Eins og stjörnur lýsa í himingeiminum, sem vitar í útsæ alheimsins, eins og krían svífur yfir höfin, sem borin ósýnilegum örmum, eins veri Guð þér. Friður sé með ykkur öllum. Til þess að byrja á því að lesa upp kveðjur en margir hugsa til okkar í dag, fjölskylda og vini sem ekki eiga heimangengt. Kæra fjölskylda Sigrúnar, innilegustu samúðarkveðjur til ykkar allra. Með þakklæti minnist ég hennar fyrir yndislegar samverustundir í barnæsku og fullorðinsára. Megi Guð geyma hana. Guðlaug Björgvinsdóttir og fjölskyldur hennar. Erla Ingimundardóttir sendir samúðarkveðju til allra aðstandenda. Kristrún Björg, Jón Halldór Gunnarsbörn og fjölskyldur senda samúðarkveðju. Gunnar Benediktsson og Sandra Thomsen Halldórsdóttir senda innilegar samúðarkveðjur. Efst í huga þeirra er þakklæti fyrir góðar minningar sem munu lifa áfram í hjörtum þeirra. Samúðarkveðja frá Völu, Þór, Vöku og Mist. Hanna Antonía og fjölskylda á Djúpavogi senda innilega samúðarkveðju til fjölskyldunar. Við minnumst elsku Sigrúnar með ást og hlýju, megi hún hvíla í friði. Þórlaug Másdóttir, Karl Guðmundsson og fjölskyldur senda innilegar samúðarkveðjur. Ingibjörg Stefánsdóttir sendir samúðarkveðju. Þorgerður og Guðmundur senda innilegar samúðarkveðjur. Ástvinum elsku Sigrúnar sendum við okkar innilegustu samúðarkveðjur. Megi allt hið góða umvefja ykkur. Bergþóra, Ármann, Bryndís, Steinunn Dagmar, Ásdís og fjölskyldur. Fundina og signum okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Og biðjum saman, vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Sing
Í Davíðssálmum standa þessi orð sem að gjarnan eru lesin á sjómannadaginn og veitir sömuleiðis mikinn styrk meðal starfsmanna amerísku landhelgisgæslunnar. Þeir sem fóru hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum, sáu verk drottins og dásemdarverk hans á djúpinu. Því að hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið og þeim félst hugur í háskanum. Þá hrópuðu þeir til drottins í neyðsinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Amen. Þið sem treystu ykkur til með gjarna rísa á fætur og við skulum heyra heilagt Guðspjall. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmisl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum.
En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þið leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta, hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáu þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann. Amen. Well, I heard the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the main, the fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from the lips she drew Well, baby, I've been here before. I've seen this room, I walked this floor. You know I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's cold and it's a broken. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.
Náð sé með ykkur öllum og friður frá honum sem og var og kemur. Amen. Guðspjallið sem að lesið var í dag hefur lengi gefið von og styrk á Djúpavogi, en frásögnin túlkuð á altaristöflunni sem var í gömlu kirkjunni og nú á vegg nýju kirkjunnar. Konurnar sem fóru saman að gröfinni gáfu hver annari styrk og för þeirra endurspeglar kærleika. Allt breyttist, sorgin og vonleysið snerist í von og sigur þegar að við þær var sagt: skelfist eigi, hann upprisinn. En upprisa Krists gefur þessa kraftmiklu von að dauðinn eigi ekki loka orðið á siglingu lífsins. Konur gegndu veigamiklu hlutverki á ferðum Jesú, en þær hafa samt þurft að berjast fyrir réttindum sínum síðan. Brautryðjendur hafa þar skipt máli. Brautryðjendur eins og Sigrún Elín, sem fór fyrst kvenna í stýrimannaskólann og kallaði ekki allt ömmu sína. Við komum saman til að kveðja Sigrúnu í dag, þökkum fyrir líf hennar, í kærleika og á virðingu. Sigrún var einstök, dugleg manneskja. Hér verður aðeins stiklað á stóru á hennar merka lífslaupi. Sigrún fæddist 15. febrúar 1956, lést 8. desember síðastliðinn. Foreldrar hennar voru hjónin Elín Sigríður Gústafsdóttir og Svavar Björgvinsson. Sigrún elst 3 dætra þeirra, en systur hennar eru Svava Hugrún og Gústa Þórlaug. Sonur Sigrúnar Nökkvi, fæddur 1974, kvæntur Ásdísi Heiðdal og dóttir þeirra Rán. Nökkvi átti fyrir þau Kolbein Þór og Urði Elínu. Eiginmaður Sigrúnar Jón Árelíus Ingólfsson. Dætur hans eru Eyrún Helga, gift Sigurði Eiríki Sigurðssyni. Börn þeirra eru Sóley Nadia, Selma Karen og Sandra María. Svo kemur Elva Rut og sonur hennar Bjarki Berg Stefánsson. Sigrún fæddist hérna í Hafnarfirðinum, en ólst upp á Djúpavogi. Og foreldrar hennar hófu búskap á Djúpavogi með Sigrúnu nýfædda. Fjölskyldan stækkaði. Þau byggðu húsið Borgarholt, þangað sem þau fluttu inn árið 1960. Borgarholt var á þessum tíma eina húsi á stóru svæði og fannst þeim systrum. Þær eiga svæðið fyrir innan Klif, þar með talið alla kletta og aurtjörnina. Þarna gat verið draugalegt, því engir ljósastaurar voru í nágrenninu. Svavar og Elín lögðu áherslu á að systurnar þekktu umhverfið og fuglana vel. Þau voru hagleiksfólk og Sigrún lærði mikið af þeim. Uppvaxtarárin á Djúpavogi voru góð. Sigrún fór snemma að vinna, lýsti því einmitt í sjónvarpsviðtali að krakkar fóru ungir að vinna fyrir sér á þessum árum. Þannig fór hann fyrst á Skag með pabba sínum á fermingaraldri. Þá var hún beðin að draga aflann sinn sér. Svo var þá öllu landað saman. Kom í ljós að hún dró ekkert minna en kallarnir og var því aðeins beðin þetta í þetta eina skipti. Þó svo að Sigrún hafi alist upp í Borgarholti, var Borgargerði henni kært. Hús sem hefur verið innan ættarinnar í það bil 200 ár og þar dvöldu þau Jón oft fyrir austan. Sama má segja ættartengslin í Papey, en þessir staðir eru fjölskyldunni kærir. Og fjölskyldan fór líka oft út í Papey og þangað fór Sigrún í sveit. Nökkvi fór líka reglulega út í Papey og sagði eitt sinn skemmtileg orð sem lítill gutti þegar hann sat við bekkinn í gamla bænum. Hefur líklegast hallað sér aftur og svo sagði hann: þetta sko lífið. Afi Sigrúnar í Papey kallaði hana Kríu, því hún stoppaði ekki
og settist helst ekki niður. Dugnaðurinn og atorkusemin kom því strax fram í æsku. Sem stelpa blótaði Sigrún stundum. Þegar hún var að leika sér úti því hún mátti alls ekki blóta heima. Hún blótaði reyndar líka aðeins á fullorðinsárum. Í því samhengi má benda á orð vinkonu hennar, Berglindar Axelsdóttur úr Hólmunum. Þær voru saman í saumaklúbbi. Berglind sagði vinkonu sína að Sigrún hafi verið skemmtilega orði farin og henni leyfðist að segja hluti á þann hátt sem ekki öðrum leyfðist, að því væntum þykjan til annarra skein svo vel í gegn. Það má kannski segja bara að Sigrún hafi talað heiðarlega íslensku og stundum grínast með það innan fjölskyldunar að systurdóttir hennar, Elín Eik, sem vann með henni í Bakkabúð eitt sumarið, blótaði hreinlega aldrei. En eftir sumarið breyttist það. Og svo blótaði Sigrún líka svolítið í umferðinni. Að loknum grunnskóla fór Sigrún á Alþýðuskólann á Eiðum, þar sem hún var 2 vetur á vistinni, hafði gaman af og sjóndeildarhringurinn víkkaði, kynntist nýju fólki og kom einungis heim á jólum og páskum. Á þessum tíma var bara hringt heim svona til spari og skrifaðist hún á við Hugrúnu systur sína til þess að fá fréttir. Til dæmis að því hvað bátarnir hefðu verið að fiska og hvort það hefði nokkuð oft verið bræla undanfarið. Fréttir sem unglingar í dag hefðu sennilega ekki mikinn áhuga á. En sjómennskan var Sigrúnu í blóðborin, hentaði henni vel. Hún sagði sjálf eftir fyrsta róðurinn að ekkert annað hefði komist að. Hún gat ekki hugsað sér að vinna neitt annað, en það fannst henni skemmtilegt á sjónum. Hún sagði svo í viðtali 1978 að hún hefði unnið 1 dag í landi. Það hefði verið á hóteli fyrir systur sína. Það hefði verið lengsti dagur sem hún hefði lifað, því það var svo hundleiðilegt. Annars rifjaði fjölskylda Sigrúnar upp að sennilega á hún Íslandsmet þegar það kemur að námi og námskeiðum. Eins væri gaman að vita til hversu margra landa hún hefur farið. Þegar hún lauk náminu á Eiðum, 73, 17 ára, fékk hún vorvinnu á Hallormsstað, en fljótlega vantaði háseta borð á Djúpavogi og hún fékk plássið. Í kjölfari fór hún í stýrimannaskólann, fyrst kvenna. Þar lauk hún fiskimannaprófi og farmannaprófi. Í framhaldinu fór hún í varðskipadeildina og starfaði tíma hjá Landhelgisgæslunni. Einnig fór hún í útgerðartækni í Tækniskólanum og loks í loftskeytaskólann og vann 1 ár á Ísafirði við fagið. Á fyrstu árum Sigrúnar á sjónum kom nýr bátur á Djúpavog, Hafnarnesið, sem fékk nafnið Mánatindur. Á þessum tíma hafði ekki annað en skip komið austur, algjörlega geggjað skip. Síðar lýsti Sigrún bátnum þó sem austurþýskum tappatogara. Ein erfiðasta vertíðin hennar var á reknetum fyrir austan, þegar þurfti að hrista úr netunum, en á sama tíma aflaði hún mikilla tekna, hafði aldrei séð jafn mikið af peningum. Það var oft frumstæður aðbúnaðurinn borð, jafnvel aðeins rétt hreinsa hreistri af höndunum áður en áhöfnin skellti sér í koju. Eftir tímabil hjá Landhelgisgæslunni fór Sigrún í siglingar og það var henni líkt að hún vildi ekki sigla á fastar hafnir eins og á rútuskipi, heldur sigldi hún lengst af hjá Nesskip á svokölluðum búlkurum sem fluttu ýmsan varning heim allan. Einnig sigldi hún á ríkisskipum tíma. Í siglingunum lærðist eitt og annað, eins og til dæmis að vera alltaf með varalit í Múrmansk, sem þótti gott til varnar gegn kuldanum. Og Siggi skipstjóri kenndi henni þetta, en vissulega var það sérkennilegt að sjá karlana alla með varalit fyrst þegar hún kom þangað.
Sigrúnu sagðist alltaf hafa langað í siglingar. Gafst henni tækifæri til að skoða heiminn, nokkuð sem að ungu fólki á sínum tíma gafst ekki þegar þau þurftu að vinna fyrir sér og krakkar á þessum tíma fóru ekki í heimsreisu. Þegar að Sigrún var 14 ára fór hún fyrst til Reykjavíkur sem þótti talsvert ferðalag. En eftir að hún hætti á sjónum fannst henni eiginlega engin vinna skemmtileg. Árin á hafinu voru viðburðarík og skemmtileg og það var svona frekar rólegt eftir að hún kom í land. Þrátt fyrir að hafa komið í land og hafið kennaramenntun, sleppti hún ekki eða hafið sleppti ekki alveg tökunum á henni. Hún fór í kennaraskólan, lauk 3 ára námi að myndmenntabraut, tók síðar einnig smíðakennslu sem sérfag. Sem kennari starfaði hann mest við myndmenntakennslu, einnig smíðar. Vildi síður vera í almennri kennslu. Hún kenndi á Álftanesi, Hvaleyrarholtsskóla og grunnskólanum bæði í Borgarnesi og Stykkishólmi. Hún sótti ýmis námskeið, nam hönnun í Iðnskólanum í Hafnarfirði og nýtti tækifæri sem gáfust til að sækja sér frekari kunnáttu. Fór á spænskunámskeið, ýmis námskeið á Kanari, eins og að búa til pappamassafugla og svo hélt hún líka sjálf námskeið. Sem fyrr segir hætti hún ekki alveg afskiptum af sjómennsku þegar hún kom í land. Hún leysti síðast af sem stýrimaður hjá Sæferðum í Hólminum alveg fram til ársins 2008. Það alveg óhætt að segja að Sigrún hafi verið námfús og dugleg manneskja. Brautryðjandi, nagli í karlaheimi og lét engan segja sér fyrir verkum. Hún fann hins vegar ekki fyrir fordómum og leiða má líkum að því að hún hafi áunnið sér virðingu leið og komið var borð, jafnvel strax þegar hún sótti pláss, en það voru töggur í henni. Henni fannst kettlingavinnustaðir leiðilegir. Og þegar að karlarnir vildu hjálpa henni, sagði hún nei takk, hélt nú ekki. Það ekki allt upp talið því í kringum 2010 stofnaði Sigrún bakkabúð á Djúpavogi og þar komu listrænir hæfileikar hennar sér vel, sömuleiðis útsjónarsemi og skipulagshæfni. Hún var snillingur í að sjá fyrir sér hvernig búðin átti að líta út, hvaða vörur hentuðu og með þetta í sér að flinka prjóna og móta gler. Það var líka eftir því tekið hversu góður sölumaður hún var. Enda sýndi hún fólki áhuga, gaf sér tíma, spjallaði, eins og samstarfsfólk hennar í bakkabúð mann svo vel. Oftast endaði það með því að viðskiptavinirnir gengu út með hellingavarningi. Það hefði líka komið í ljós þegar hún tók við umsjón verslunarinnar fyrir Sæferðir að þá fóru skyndilega hlutir að seljast betur og eigandinn skildi ekki neitt í neinu. Sigrún átti sér ýmis áhugamál. Hún vildi viða sér þekkingu og tókst á við viðfangsefnin og verkefnin af einbeitingu og gerði allt sem hún tók sér fyrir hendur vel. Flink í höndunum, listamaður og listunnandi. Þannig smíðaði hún til dæmis og málaði dúkkuvagn fyrir Rán sem algjör listasmíð og hún hafði einstaklega fallega rithönd. Sigrún tók líka mikið af fallegum ljósmyndum og það hefur komið í ljós að í flestum myndum myndaalbúmanna hún sjálf á bak við myndavélina. Hún var alveg sérstök manneskja. Gat einhvern veginn gert allt, var ekkert fum eða fát, annars fann hún bara út úr hlutunum. Henni lýst sem foringjanum í hópnum, hún var fæddur leiðtogi, þó hún hefði ekki viljað viðurkenna það sjálf. Hún var það sem að stundum sagt af gamla skólanum, nýtin og hagsýn. Endurnýtti pakkabönd og gjafapappír, matarsóun þekkti sömuleiðis ekki, jafnvel geymdi hún hluta af kjötbólu sem flestir hefðu hent. Svo þvoði hún líka IKEA smellupókana og nýtti aftur, þó svo að nonni hafi ekkert verið sérstaklega hrifinn. Hálfgerður safnari, vildi alls ekki henda hlutum, þannig að hellirinn eða geymslan í Hafnarfirði var ótrúlegt samansafn og sumir sem komu þangað inn hafi ekki séð annað eins. Þar reyndar sumt enn í plastinu og það eftirminnileg sagan af luktunum í fjölskyldunni sem fóru á endanum.
En Sigrún hafði eitt sinni orðið eftir það, nú væri gott að eiga luktirnar. Þegar það var svo verið að taka til í bílskúrnum og hentaði Nonna best að vera bara ekkert nálagt. Sigrún flokkaði og tók til við flutninga og átti það svo til að senda leikskólanum á Djúpavogi og vinnustofu fatlara blöð og ýmislegt sem nýta mátti í starfinu. Sömuleiðis var við tiltektina oftar en ekki heyrt í Lilla, það er að segja Nökkva, og alltaf svaraði hann á sama hátt, ég tek þetta. Sigrún gaf sér alltaf tíma fyrir fjölskyldu og vini. Öll símtölin kom upp í hugan og engin hætta var á að vera uppiskroppa með umræðefni. Sigrún vildi enn fremur klára símtölin, ef hann fékk símtal við matarborðið bað hann viðkomandi ekki að hringja síðar. Henni var margt til lista lagt, en hún var hins vegar engin snillingur á síman. Gerði hins vegar aldrei neitt rangt að eigin sögn. Enda gat hún verið þrjósk. Gat hins vegar búið til grúppur og var með mikið af hópum á Messenger, eins og Sunnukvöl, þar sem Sigrún, Ásdís og Nökkvi voru, en þess má geta að Nökkvi er ekki mikill Messenger maður. Sigrún hélt fjölskyldunni saman og átti gott samband við vini og allt fólki sitt. Sigrún var líka mjög þakklát fyrir góðan stuðning fjölskyldu sinnar, þannig að hún gat sinnt starfi sín á sjónum og Nökkvi ólst upp hjá ömmu sinni og afa á Djúpavogi. Fyrstu 5-6 árin bjó frænka hans Hæta líka á heimilinu. Og Nökkvi rifjaði upp spennuna þegar mamma hans kom heim. Þá var hún alltaf með eitthvað sniðugt úr siglingunum. Og hann fór líka stundum með mömmu sinni siglingar, sigldi meðal annars vötnin miklu, niður í Mexíkóflóa, Costa Rica og New Orleans. Þar sem Nökkvi fór svo víða með mömmu sinni getur verið áskorun fyrir Ásdísi og Nökkva að finna framandi stað sem hann hefur ekki þegar komið á. Sigrún og Jón kynntust fyrst í stýrimannaskólanum og hófu samband 1988 og hófu búskapinn á Frakkastíg þar sem að Sigrún átti íbúð. Þegar fjölskyldan horfði tilbaka og rifjaði upp dýrmætar minningar, mundi Nökkvi eftir því þegar að Jón kom með stöð 2 afreglaran á Frakkastíginn og vakti mikla lukku. Saman hafa Sigrún og Jón sótt ýmsa tónleika og menningarviðburði, ferðast mjög víða, enda spyr pabbi Jóns enn, hvar ertu núna? Og Jón talaði hversu gott það hafi verið að ferðast með Sigrúnu sinni. Skipulega allt svo vel, skoðunarferðir og svo framvegis, og iðulega ferðuðust þau saman eftir árlega fundi nefnda samgönguslys og sjóslys sem Jón hefur setið í. Hafa til dæmis verið mikið í Lissabon, þar sem þeim leið afar vel báðum. Á ferðalögum og í sumarbústaðnum hélt Sigrún dagbók og tók sér stund á hverjum degi og ritaði niður hugrenningar sínar. Jón sagði líka mjög skemmtilega frá, það hentar honum best að hafa hlutina svona þægilega, eins og þegar hann er að mála. Sigrún hins vegar óð bara af stað á málingafattan á gólfinu og gekk Jón til hennar og setti fötuna á stól sem var mun þægilegra. Nonni vildi líka gjarnan hringja í mannskap og fá aðstoð, en Sigrún vildi gera hlutina sjálf. Svo sagði Nonni að hann sagðist hafa hugsað með sér að maður stígur ekki á stélið á fugli. Þannig að hann fylgdi Sigrúnu og studdi, sem endurspeglaði sem dæmi því að hjónin hafa flutt nokkrum sinnum, búið á nokkrum stöðum, þar má nefna Borgarnes, Hafnarfjörð og Stykkishólm. Þar bjuggu þau í draumahúsinu í Fjöruborðinu. Eignuðust góða vini og kunningja allstaðar þar sem þau komu. Sigrún fylgdist alltaf vel með öll á Djúpavogi og þegar þau fóru austur var hún alltaf á leiðinni heim. Sigrún fór á hverju morgnin á vefmyndavélina á Djúpavogi. Svo greindist hún með hjartagalla fyrir nokkrum árum, sem háði henni talsvert en hún kvartaði ekki. Hins vegar fannst henni gott að fá stuðning frá nonna sínum, en hann fann upp fallega leið til að styðja hana með því að ýta á bakið á henni, upp tröppur og upp brattan.
Þau áttu líka góðar stundir í sumarbústaðnum undir Hafnarfjalli. Nonni vildi upphaflega kalla suma og verbúð, en fyrsta sumari herjaði lúsmý á þau, svo sælureiturinn fékk nafnið Flugustaðir. Til stóð á tímabili að selja Flugustaði og þegar Nonni minntist á það, þá sagði Sigrún: Jú, ef þú selur, þá kaupi ég. Héðan hinsta sinni skal halda fleygja og dröfn, þá vef oss verndan þinni og varðveit oss í höfn. Ef þú við stýri stendur og stefnan fatast ei, þá brosa bjartar strendur í blíðum angan þei. Leifum okkur að treysta sigri upprisunar og að lífsins ljós lýsi sigrunu ykkar ævinlega á hafi eilíðarinnar og leiði til heimahafnar. Guð blessi minningarnar og okkur öll. Amen. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver alda rís en hnígur jafnan skjót. Hverju orði fylgir þögn, þögnin hverfur allt og fljót. Þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerra burt aldrei nær að græða grunn. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðvinda. Enginn gengur vísum að. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðvinda. Enginn gengur vísum að. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðvinda. Enginn gengur vísum að.
Guð vonarinnar, ekkert gerir okkur viðskila við kærleika þinn. Hjálpa okkur að treysta kærleika þínum sem opinberaðist í Jesú Kristi. Gef sigurinu þinn eilífa frið. Hugga og styrk fjölskyldu hennar og vini. Takk fyrir að þú gafst okkur hana. Og blessa þú minningarnar. Við getum nú falið allt sem á okkur hvílir í bæninni sem að Jesús kendi og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát á þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, minn lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hana með sól að morgni, vekja hana með sól að morgni. Drottinn minn fjartu sorgmæddri sál, svalan líknar hönd. Og slökk þú hjartans harma bás, slít sundur dauðans börn. Svo vaknar hún með sól að morgni, svo vaknar hún með sól að morgni. Farðu í friði, vina mín kær, faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo
Lofaður sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefur dánum ró, en hinum lík er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Og Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir upprisu Jesú Krists. Amen.
Ég kem aldrei framar hér. Mánaljósið fegrar fjöllin. Ég feta veginn minn. Dyrnar opnar draumahöllin og dregur mig þar inn. Ég þakkir sendi öllum. Þetta kveðjan mín. Ég mun ganga á þessum vegi uns lífsins dagur dvín. Ég mun ganga á þessum vegi uns lífsins dagur